Það kvennaár í ár, eins og var fyrir 50 árum, árið 1975, þar sem hápunktur ársins var kvennafrí. Og við í verkalýðshreyfingunni ákváðum að við vildum gera eitthvað í tilefni ársins. Við sáum þá að þegar rauðsokkurnar áttu raunverulega hugmyndina kvennafríi að horfa svolítið til þeirra sögu og áttum okkur þá að upphaf rauðsokkarhreyfingarnar að rekja til 1. maí árið 1970 þegar þær mættu í kröfugöngu verkalýðsins hérna í Reykjavík með risastóra Venusarstyttu með sér sem stóð að borða manneskja ekki markaðsvara sem voru að mótmæla útlitsdýrkun og voru að gera kröfur kvenfrelsi. Þarna, 1. maí 1970, hafði svo sem ekki mikið verið að gerast í jafnréttismálum opinberlega á Íslandi. Við höfum heyrt heilmikið frá konum erlendis, til dæmis sérstaklega kannski rauðsokkunum í Danmörku, rauðströmpuna. Og þegar að við heyrum svo, ég og Þuríður Magnúsdóttir vinkonu mín heyrum í útvarpinu auglýst að konur á rauðum sokkum mæti á Hlemm, þá vitum við alveg hvað áttir við. Ég átti einhvern strang af rauðu kakiefni og bjó til þarna einhverja ræmur sem við hengdum svona á okkur og skrifuðum einhver slagorð sem ég man veit hver voru. Og þegar við komum á Hlemm þá eru konur þar að safna saman og það eru komin þarna hópur með styttuna Venusi sem hafði verið í Lýsiströtu. Venusarstyttan var leikmunu sem var fengin að láni úr leikritinu Lýsistrata sem var í leikstjórn Brynju Benediktsdóttur og Messíana Tómasdóttir sá búninga og sviðsmynd og svo var það Jón Benediktsson sem gerði styttuna sjálfa og hún, Lýsistrata fjallar fyrsta verkfall kvenna í heimsögunni og styttan var sáttin. Þannig að þær fengun að láni væntanlega líka bara til þess að yrði eftir þeim tekið sem svo sannarlega var. Þannig að Óskar Hallgrímsson, hann var sá frá verkalýðshreyfingunni sem stýrði 1. maí-göngunni þennan dag og honum líst ekkert á þetta að fara að fá einhverjar stelpur og kellingar þarna í þessa kröfugöngu og hann hélt nú ekki að við færum að fara í kröfugönguna og reyndi að fá lögregluna til þess að stoppa okkur í þess að fara að ganga Laugaveginn. En Nöggan fann nú eiginlega engan sérstakann flöt á því að banna það svona, þannig að það varð úr að við löpum svona í humátt á eftir verkalýðsgöngunni. Þær eru koma inn sem sprengikraftur og breyttu sögu 20. aldarinnar. Þannig að núna í ár þá ætlum við að bjóða konum á rauðum sokkum og öðru baráttufólki fyrir jafnrétti að ganga fremst á undan kröfugöngunni. þar sem við verðum með endurgerða Venusarstyttu með okkur, fremsta í broti fylkingar. Ég stödd hérna í vinnustofunni minni á Ægisgötu 7 í Fyrirbæri. Við erum að fara að endurgera Venus. Ég heiti Eva Ísleifs og er listamaður. Ég bý til skúlptúra, ljósaverk, prentverk, eiginlega allt sem svona fellur að hugmyndinni. Þegar komaði að velja listakonu til þess að gera styttuna fyrir okkur, þá vorum við að horfa til þess hvort að eitthvað svona mjög andum að viðkomandi væri einhvers konar hefði baráttulisti eða svona þetta hérna í sér. Og það hefur Eva Ísleifs svo sannarlega og gert ótrúlega margt og fjölbreytt og það hefur verið bara ótrúlega gefandi og gaman að vinna þetta verkefni með henni. Útskriftarverkið sem ég gerði var svona fánastöng sem var svona lafandi, mjúk og var svona í rauninni svona halda haus og var með íslenska fánana og þetta var í Hrauninu 2008. Mér finnst svolítið gaman að taka inn svona pólitíska vanga inn í verkin. Ég vinn líka rosalega mikið með húmórinn. Því að mér finnst hann oft sýna okkur einhverja millileið eða svona eitthvað sem er sammannlegt með okkur öllum, er húmórinn. Rauðsokkahreyfingin var mjög þekkt fyrir sterkt myndmál og auðvitað líka svona kaldhæðni og grín. Og það er bæði fólk sem er að skoða sögunar og þær sjálfar benda á að þetta hafi verið þeirra styrkleiki. Þetta var fyrst og fremst gaman og það er nú eiginlega má segja allt starf rauðsokkahreyfingarinnar okkur þótti það svo gaman og það var svona létt yfir þessu og við vorum kátar og keikar. Þetta er svona konubúta líkneski. Mér finnst hún bara að merkja frið og hún ljómar og það er talað hún sé með þetta Mónu Lísu bros, það er svona mitt að milla vera með bros og ekki bros og það er friður yfir henni. Þannig að mér finnst hún bara mjög mikið tákna
fegurð og frið og hún líka mýkt og ég vil halda í þessa eiginleika þegar ég að skera út. Ég hafði aldrei séð hana fyrir þannig þegar ég kom á staðinn og mér fannst hún strax mjög flott, hún var bæði risa stór og voldug og aldeilis ekki neinn smá smíði, hún bara gnæfði yfir allt og var svona rosalega mikilfenglegt tákn til að hafa í broddi fylkingar. Þannig ég var mjög ánægð með hana og já, þótti væntu þessa styttu. Í grunninn sjáum við á þessum 50 árum sem hafa liðið að auðvitað hefur margt þróast til betri vegar en hins vegar jafnrétti ekki náð og rauðsokkarhreyfingin að hún talar mjög skýrt fyrir endurmati á virði kvennastarfa sem eitt af okkar stærstu baráttumálum í dag því við vitum að það megin ástæða launamunna kynjanna. Það auðvitað líka kvennafríðið sem að dregur fram svo skýrt þessi ólaunuðu störf og það auðvitað viðvarandi verkefni og stöðugt umræðefni en rannsóknir sýna í dag að til þess að breyta raunverulega verkaskiptingun á heimilinu þá þarf líka samfélagslega viðhorf að breytast sem þýðir að við verðum öll að taka þátt í því.